Alli, má ég nota orðið fegin yfir þínar tilfinningar núna? Bara örugglega, ég var reyndar ekki búinn að hugsa það orð sko, en já, bara fegin, ánægður, hamingjsamur með að hafa unnið í dag. Við leikurinn byrjar, þú veist, í jafnvægi og við bara svona ég veit það ekki, ofan á eða náum allavega markið snemma. Eftir það þá fannst mér þær vera ofan á og þær vera orkumeiri en við og fannst það eiginlega út í gegnum leikinn. En viljinn í liði Þór Káa til að verja markið sitt, það vinnur leikinn við okkur. Það bara svoleiðis. Talar núna vilja, það hlýtur að vera mjög gott að vera með eina Örnu Sif þarna aftast. Já, Arna Sif frábær leikmaður, hún kann þetta upp á 10,5 og það ekki spurning, en það voru fleiri leikmenn sem voru að henda sig fyrir skot og hjálpast að verja markið okkar. Eins og ég segi, það er eitthvað sem til fyrirmyndar hjá okkur. Þetta þriðji leikurinn í röð þar sem við fáum ekki okkur mark og það er jákvætt. 2 sigrir núna í röð. Hvernig, þú veist, þetta ekki svolítið öðruvísi tilfinningar og svona aðeins betra að fara inn í klefa eftir svona leiki? Það bara að sjálfsögðu. Það vita það allir sem eru partur af íþróttum eða fótbolta og það er meira gaman að vinna en tapa og já, við mögulega höfum tapað einhverjum leikjum sem við áttum ekki endilega að tapa og mögulega í dag þá unnum við leik sem hitt liðið var stjórnaði kannski meira en ég veit ekki hvort að ég ætti endilega að segja við áttum ekki skilið að vinna því að við fáum líka færi til að skora fleiri mörk, Magga á skalla í fyrri hálfleik, Amalia færi og 2 færi undir í seinni hálfleik og örugglega eitthvað fleira sko, þannig að við gátum líka bætt við marki en ég er nú ekki alveg það hrókafullur að segja að við höfum stjórnað allri umferð. Ég held að Hildur hafi eiginlega búið til öll færi nema kannski 1. Hversu öflugt að vera svona góðan sendingamann og spyrnumann? Það er bara frábært. Hildur já, hún að koma inn í liðið hjá okkur núna og að standa sig gríðarlega vel og já, hún spilar leikinn vel og eins og segir, klóka boltanum, hún sniðuga, hún líka sniðuga svona þegar uppi pressumoment og annað svoleiðis en umfram allt þá var hún líka virkilega dugleg og vinnusöm og það hjálpaði okkur mikið í dag. Hvernig metur þú bara svona stöðu núna? Ertu að horfa upp töfluna? Já, það stengi ég veit, ég reyndar skal viðurkenna að ég horfi rosalega lítið á töfluna og veit ekki alveg hvað er langt upp eða niður. Ég kíkti á úrslitin núna áðan og þau voru skrítin eða alls konar og en já, það væri skrítið að segja við varum að horfa eitthvað annað en upp á við. Bríet Fjóla utan hóps eða sem sagt á skýrslu sem utan hóps leikmaður. Hvernig staðan með henni? Hún að fara í gluggann? Bríet Fjóla meiddist lítillega og átti að vera í leikmannahópnum í dag og taka þátt í þessum leik en hún bara smávægileg meiðsli eru þess valdandi að hún sé ekki í leikmannahópnum í dag, þannig að það var ekki meira en það sko. Orðuðu þrótt? Eru einhverjar líkur á hún fari? Bara pass. Hvernig lítur samt glugginn svona við þér? Eru þið að skoða eitthvað? Ég held að þessi öll liðin deildina að skoða eitthvað sko og já, við erum að gera það alveg líka sko þó að það er eitthvað við erum að líta í kringum okkur aðeins við erum að fá það leikmenn aðeins að fara í háskólabolta og við þurfum hafa kannski að skoða hvort við getum ekki stækka hópinn okkar aðeins en ég ætla samt að segja það hér að eins og staðinn núna þá er ég mjög ánægður með leikmenn Þór Káa og þær eru að leggja sig fram fyrir hvor aðra, þær eru að hlaupa fyrir hvor aðra, þær berjast fyrir hvor aðra, þær henda sér fyrir bolta og eins og ég segi, viljinn til að verja markið sitt, það var það sem skóp sigurinn í dag og þannig að ég svaraði náttúrulega svolítið þannig að ég er gríðarlega ánægður með leikmenn Þór Káa sem eru í Þór Káa akkurat núna og svo bara kemur annað í ljós. Að lokum, það er búið svolítið mikið slit á þessu móti. Þór Káa hefur spilað fáa leiki á mjög mörgum dögum núna. Hefur eitthvað það að segja? Það er bara alveg örugglega sko, ég veit af hverju þetta er svona, það er þarna 2 landsleikjahlé og annað. Við spilum 8 leiki á 5 vikum, svo spilum við, svo fyrir 2 vikur í pásu og svo spilum við á 9 dagar og svo fórum við 16 dagar í pásu og svo spilum við núna á 5 dagar fresti, 5 dagar fresti, 5 dagar fresti og svo 10 dagar í pásu, þannig að það er 9, þannig að þetta er svona, það er rosalega skrítinn taktur í þessu. Ég hef ekki, ég er bara nóg með mig, þannig ég hef ekki sest yfir því og hvort þetta sé eitthvað glórulaust hjá einhverjum öðrum eða hvað það er, en ég meina þetta er svolítið eins og ég sagði einhvers staðar að finna upp hjólið að finna einhvern takt í þessu móti og vonandi þá erum við bara að finna einhvern takt í þessu núna og erum allavega að skila inn stigum og framistöðum og það er bara umfram allt það sem að við
við erum að spá í núna og nú bara 5 dagar í næsta leik og það bara morgun recovery og svo erum við bara að spá í því hvernig við leggjum leikinn upp á Stjörnunni. Takk fyrir það, Lífi. Takk hérlega.